Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústafsson. Til að tryggja heiðarlega leik gagnvart öllum þátttökum leiksins, leikmönnum og starfsmönnum og með handboltaíþróttina í huga, viljum biðja ykkur áhorfendur góðir að styðja ykkar lið hátt í sín í huga og sýna jákvætt hugafar gagnvart öllum þáttökum sig og áhorfendum. Takk fyrir og góða skemmtun! Þetta er ekki mál. Það er nokkuð. Nei. Jú, ég meina, það er vitað frá ég. Hvað segir þið? Við erum með 2. Já. Ég skal tala í hinn, sko, eitthvað. Okay. Er engin annar eða? Nei. Þú ætti þetta með leysi ykkur? Já. Allavega til að byrja með þá svona aðstofa mig eða? Steppi var að beða um að lýsa það deiluðarnir á lýsa. Félagi. Nei. Nú bara í loftinu. Heyrist í mér eða? Ok, þá erum við komin til leiksina á Akureyri Stjarnan. Afsakið hvað ég kem seint í loftið. Það eru smá tækniveruleikar hérna. Rennum aðeins yfir byrjunarlið Akureyrar. Þá er Andri Snær að sjálfsögðu í horninu. Stropus nr. 23 er í vinstri skíttu. Á miðjunni Patrekur Stefánsson. Hægra megin er skal ég segja Myndus Dumisius og Kristján Orri hægra horni ásamt Friðrikin á línu. Tómas Ólason startar í markinu. Akureyringar byrja þeirra að sækja sér vítakast. Gult spjald á leikmann nr. 19 hjá Stjörnunni. Ari Magnús Þorgeirsson. Sveinbjörn Pétursson, Akureyringur í markinu. Vonandi verður hann ekki okkar mönnum erfiður í dag. Allavega nær Kristján að setja fram hjá honum. 1-0 fyrir Akureyri. Það vekur athygli að Akureyringar eru komin með nýjan leikmann á skýrslu hjá sér. Ígor mætti til leiks. Þeir voru að landa honum vinstri hornamaður sem að vonandi kemur til með að leysa af einhverjar útirstöðu líka sem að Brynjar á að glíma við meiðsli. Og Stjarnan skorar. Ekki erfitt hjá þeim. Garðar Benditsson. Og Akureyringar í sókn. Vindlega með boltan, Patrekur, Stropus. Þeir stilla þeir upp í kerfi, gera árás á. Inn úr horninu, frekar góð stimplun en Kristján Orri setur hann í slána og í innkast Stjarnan á hann. Sveinbjörn Pétursson tekur það. Og Ari sækir á fyrir Stjörnuna. Og þeir eru við það að kasta honum út af Stjörnumenn, ná að bjarga þessu. Það er leikmann nr. 24, Guðmundur Sigurðsson sem redda því. Og miðjunni hjá Stjörnunni er Stefán Darri. Vinstra horni hjá þeim er Andri Hjartar. Og í hægra horninu er Starri. Og Stjarnan skorar. Það er engin annar en Ari Magnús sem er að setja hann hérna á hægri skíttunni. Auðvelt uppstök, afskaplega slök vörn hjá Akureyri í þessu. Patrekur sækir á, aukakast.
Strópus hefur sóknina, Patrekur kallar kerfi, stilla upp. Reyna mikið á Patrik Stefánsson þessu leik, þar sem að Sigþór Árni Heimisson hvíla vegna meiðsla, að ná sér tilbaka af erfiðum hásina meiðslum. Og Minder sækir í gegn, ekki neitt. Patrekur snöggur að vinna hann aftur, hraðablöpu Stjörnunnar, kemst inn í sendingu. Akureyri sækir hratt. Patrekur, Strópus, stingur það á, niður í horn á Andra. Andri skynsamur, róa leikið niður. Akureyri að sækja, Strópus, Minder. Patrekur leysir inn á línu og Minder setur hann úr erfiðri stöðu. Fær einnig gult spjald á Stjörnuna. Það Stefán Darri sem sækir það. Og Stjörnuna stillaði henni upp. Staðan 2-2, 4 mínútur liðnar. Stefán aukakast, fín vörn hjá Akureyri, smá tiltal, menn að taka staðinn svo mikið á línunni samkvæmt að dómurunum finnst. Stjarnan sækir, Stefán Darri, nei, aukakast. Ari sækir á, Stefán. Guðmundur, laust skot, Tómas ekki miklum erfiðleikum með þetta. Sækja hratt upp Akureyri, ekki nógu hratt samt, Stjarnan búinn að stilla upp. Erfið fæðing hérna, Róbert ekki nógu ógnandi. Jú, Friðrik lausinn og línu, Minder stóðsendingu þarna og Friðrik skorar 3-2. Akureyringarnir virka feskir í upphafi. Það er vonandi að það endist þarna leikinn. Það hefur verið svona þeirra Akkillesarhæll til að ná að klára leikina. Lykileikur í Akureyri ef þeir ætla ekki gjörsamlega að sitja alveg eftir í vetur. Ódýrt gult spjald. Friðrik fær það. Stillir upp. Aukakast, Róbert með auðvelt brot, vel mætt. Stóðið var sókt þeirra. Stefán Darri stillir upp í stimplun. Ari kemur inn á og beint á Tómas. Guðmundur með slakt skot, þetta var annars slaka skotið hans í röðun núna. Það var með 2 sóknir og Minder sækir en Sveinbjörn ekki leikur með þetta. Friðrik nær frákastinu en dæmt á hann lína, Stjarnan sækir. Það er líkast. Stefán Darri sækir gult spjald á Róbert. Spurning hvort að Róbert hangi allan leikinn inn á vellinum. Og það var rautt í síðustu, 3 af síðustu 4 held ég. Hefðbundin Júka. Klippingu við hornið. Auðvelt aukast en hefur á stundum á tilfinningunum að dómararnir reyna að henda út gulu spjöldunum. Stjarnan fekk ódýrt gult spjald á sig áðan fyrir mjög litla sakir og Minder núna. Það verður orðið stefnan að koma þessi gulu spjöldum út. Tómas með þetta en varði innkast. Stjarnan stillið upp í nýja sók. Nægur tími. Og vörður tekur þetta. Stefán
Stefán Darri veitir undirhaldskot en sáu við honum. Hann sækir ennþá að. Fín vörn. Hendur honum í löppina á Akureyringunum. Þeir sækja á. Og bara dómarinn með hendinu upp. Hvað dæmir hann nú? Hvað dæmir hann nú? Þetta var ekki skref. Einar ekki ánægður. Það er svo ekki fyrst skipti sem hann er ekki ánægður með dómgjöfuna. Þá geta Akureyringar komist í 4-2 með góðri og skipulagri sókn. Spurning hvaða ákvörðun verður tekið núna Patrik Stefánssoni. Dæmir hann ruðning á Patrik. Taka aukast á rétt stað. Stjarnan stillir upp. Andri kemur úr vinstra horninu inn á línu. Stefán Darri klippir Ara. Nei. Hann veits ekki hvað hann ætti að rekka út af. Þetta voru freka litla sakir. Akureyri heldur boltanum samt. Akureyringar stilla upp. Stroppuðu sér á miðinu núna. Kristján Orri í hægri skiptu. Nú að taka Tómas út af. Ná að stilla upp 6 sóknarmönnum. Það eru 2 mínútur. Lítið að gerast við Akureyri. Hendi líka komin á dómarunum. Kristján Orri sækir á. Slaka sendingu. Strópus sækir á þetta. Og inn á Andra. Glæsilegt. Andri kloppar. Bubba í markinu. Veit að það fer í töðan á Sveinbirni. Hann er ekki ánægður með félaga sinn þarna. Gamall félagi og lætur hann kloppa sig. Akureyri ennþá einum færri. Og Kristján Orri kemst inn í sendinguna. Skorar, hraðflutning, 5-2. Vel gert. Akureyringar fá sakna hans í vetur, hann er ekki náð að sýna sitt besta. Það væri mikill fengur ef hann kemist í sitt gamla form. Spila mjög vel í fyrra. Stjarnan kemur með auðvelda línusetningu og Stefán Darri á ekki vandræðum með að klára það. Akureyringar jafnmargir. Hefðbundin sóknaruppbygging á þeim. Nei, Kristján klúrar. Skot í stöng úr hægra horninu. Stjarnan getur stillt upp, minnka munin í 1.
Klóhæsir er vartað að Tómasi. Vel spilað á Stjörnunni. Hendi komin upp á dómarunum, Drómsækir á. Finna Friðrikinn á línunni, en nú er Sveinbjörn. Og Tómas ver hinum megin. Ari Magnús, nei. Afskaplega slagt hjá Ara. Patrekur klókur þarna. Taka Akureyringa skiptingu. Við erum að fá Arnór Gylfa inn á. Ungur Þórsari. Kemur inn á línustaf fyrir Friðrik. Friðrik skoðin út af. Og nei. Andri Stær skot framhjá. Á ramman. Stjarnan verður að taka hérna tvöfalda skiptingu. Ari Pétur kemur inn á í hornið. Andri Hjartar farinn út af. 15:38 búnar að leiknum. Frekar. Þetta er yfir. Stjarnan skýtur framhjá.
þetta góð leið. Ekki lagi að ég setjast bara niður? Ég ekki góður í þessu, ég fíl þetta ekki sko. Hei. Við erum í smá vandræðum í Öllumvíkjunni með lýsanda, en það stendur vonandi til bóta. Við látum bara umhverfisstjóðin dauðarhlæpið á meðan.
Upp á toppum öll svo öskrum við, allir gera hart og skart. Rómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappa, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, já handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Upp á toppum öll svo öskrum við, allir gera hart og skart. Rómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Come on, baby. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
good times ahead. Yeah, baby, rambling, bumping. Akureyri heldur áfram með sama lið og byrjaði leikinn. Það Andri Snær í horninu, Frikki í bakvörðinum og Strópus og Róbert saman í miðvörðunum og mynd Ákas og svo Kristján Orri í horninu og Tómas áfram í markinu. Stjarnan hérna spila með Ara á miðjunni, Stefán Darri í vinstri, Ara Magnús í hægri skiptunni, Garðar á línunni, Ari skýtur yfir, Strópus kemur hérna upp með boltan, Akureyringar fara upp og aðeins hægja á leiknum, stilla upp. Stjarnan áfram að spila 5-1 vörninni átt sem gekk bara á nokkuð vel í fyrra hálfleik. Hins vegar var það nú Sveinbjörn Pétursson sem hélt alveg inn í þessu. Stjarnan kemur og það Ari í dæma aukakast. Stjörnumenn vildu hann að fá víti, ekkert var það því. Og það Andri Hjartar sem skorar úr vinstra horninu og minnkar í 11-8. Akureyri missi hérna boltan, Ari vinnur hann, Friðrik hérna hleypur aftan á hann og þetta eru 2 mínútur. Róbert sem brýtur á honum Ara þannig að koma upp. Eyþór kominn hérna í vinstri skiptunni á Stjörnunni og hann fyrir upp, sendur út í hægra hornið og það skorar, það leikmaður nr. 22, Starri Friðriksson.
Það eru minkandi hérna í 2 mörk, 11-9. Akureyri heldur áfram því þeir gerðu í fyrri hálfleik þegar þeir fengu brottvísanir og setja mann inn á. Patrekur kemur inn á miðjuna fyrir Tómas. Hending komin upp. Myndakast fyrir upp í loftið. Kipur Strópus inn og Strópus skora. Læsir hann á stöngin inn. Eitt með sendingu hérna í hornið, frekar háð, hann Andri Hjartar nær að halda honum inn á. Hjartar reynir aftur, reyna að nýta tíman áður, maður kemur inn á. Og það fær ruðning á sann Ari Magnús. Vel gert hjá Akureyri, fá hérna núna mannin inn og staðan 12-19. Strópus kemur inn að sendir og dungir. Og hengur hann í mynd ákast en ekkert bara aukakast. Einar lætur helvíti betur heyri í sér á bekknum, var ekki ánægður með Ara hann sem fyrir framan í 5 einum. Hann vildi hann myndi koma hann á loka á þetta svæði. Akureyri tekur hérna skiptið þar sem Patrekur kemur hann miðjuna og Hending kemur hann upp, Strópus með boltan og það bara dæmdur ruðningur. Ari Pétursson kemur hérna upp á miðjunni og sendir á Eyþór og þeir hægja á Stjarnan, taka skipta inn hérna, fá inn hægja skiptan sína. Og það er Garðar í færi á línunni en Tómas Ólafsson ver á með rosalegan fyrrháleik og ég held að hann endaði í einhverjum 11 boltum eða svo. Og hérna vörn Háurinn tekur hann og það Sveinbjörns og beint fyrir aftan sem næri svo bolta eftir skot frá Strópus. Stjarnan kemur núna að reyna að hraðast á hérna og Ari Magnússon en það er aftur varið frá Tómasi. Tómas Ólafsson að bara halda áfram upptökum hætti frá fyrri hálfleik. Nú stýttir Akureyri upp í sóknina. Fáum það leikkerfi hinn í gang núna. Það er Patrekur og Strópus að skipti. Og Myndakast kemur henni upp. Já. Aukakast. Myndakast með skot sem þeir segja. Hann segir hann hefur Háur staðið inn í teignum þegar hann varði boltan og því dæmt víti. Eyþór hafði þarna bakkað inn í teiginn þegar hann fór upp í Háurnuna. Kristján Orri fyrir á vítalínuna. Og hann skorar rosa öruggur á punktinu. Rosalega öruggur. Kristján búinn að vera mjög góður í dag.
Já, mér sýnir Stjarnan ætla núna að minnka skiptingarnir sínar á milli sóknar og varnar og setja núna hérna Stefán Darra aftur í vinstskiptuna og Sverrir Eyjóls inn á línuna. Stefán Darri kemur inn á vörnina, skiptir inn Ara Magnús, hann á sendinguna Sverrir Eyjóls og hann skorar. Held að ég fari með rétt að þetta sé fyrsta mark hans í leiknum. Já, Stroppi fyrir upp hérna og já, hann nær að brjóta hann. 13-10 staðan. Þá hérna hann að kúst inn í það þurrka gólfið. Já, Brynjar Jökull sem náði hann að brjóta og Stroppi sett hann á kóðinu í loftið. Þá getum við að byrja leikinn aftur á ný. Þetta hefur kannski verið hinn típiski leikur þeirra leikir sem hafa verið hérna í KM-inu. Frekar lágt skorað, öfluga varnir. Mynd ángast klippir í Kristján inn, Kristján kemur og sendingin klikkar og Stjarnan fyrir hraðalöf, Andri Hjartar og það er Tómas Ólafsson sem við frá honum. Glæsilega varið. Akureyri kemur hratt upp á núna, reynir að nýta sér að Andri Hjartar var yfir og sending yfir á Dákas en boltinn endar út af. Allt og erfið sending hérna. Og Stjarnan ætlar að koma þá hratt upp líka. Já, það var skynsamir. Þá tekur Akureyri líka varnarskiptingu inn í vörninni meðan að Stjarnan var hann í skiptingu en okkar sniðan Stefán Darri tók skotið en Tómas Ólafsson við er. Nú reyna Akureyringarnir líka að koma upp. Sjá, Stropus fer upp og skorar. Nýtti sig að Stefán Darri var eftir að tekið skotið. Hann vildi fá aukakast, vildi minna að það verið brotið á sér á hann. Og það skipti hérna gat eftir í vörninni og Stjörnunni. Akureyri komið í 4 marka forskot. Held að það sé rétt að það sé stærsta forskot sem þeir hafa haft í þessum leik. 4 mörk. Búin að fara hérna núna nokkuð sem í það reyndar. Stefán Darri kemur hér, sendir á Ara Magnús. Ari Magnús kemur á vörnina, sendir á Stefán Darra en hann vissi boltinn fór í lapp, lillsending í lappinnar á honum og Andri Snær reynir fyrir hraðalöp og það er farið aftan í hann en hann skorar. Andri Snær skorar það fór kannski frekar hægt þannig hérna hann hafði aðeins meiri tíma en hann hafði en kláraði hins vegar hrikalega vel. Komið 5 mörk. Einar Jónsson allt annað en ánægður á bekknum hjá Stjörnunni. Stjarnan heldur áfram að koma í sama kerfi þeir hafa verið að koma þar sem Sverrir Eyjóls kemur út og kemur á. Ari Magnús kom á vörnina en fær bara auka kast. Hann vildi meina að þeir væru hann að Akureyringarnir búin að tróða sér inn fyrir tegin en Bjarki ekki sammála. Darri hérna út aftur á hörhóttinu, kom klippingu, Stefán Darri boltan kemur á vörnina og það er 2 mínútur held ég sýnist mér á Kristján Orra. Já, 2 mínútur á Kristján Orra, þeir vilja meina hann hefði gripið aftan í hendina á Stefáni Darra hana þegar hann var komin í loftið. Stjarnan fær þá Eithor Magnússon hérna inn í vinstri-skiptuna núna með reynum fleiri. Þeir spila hérna sennilega klassika bótan, þar sem miðjumarinn mitt leysir inn. Flesti í deildinni mitt sem á að spila það. Sjá, auðvitað. Og Andri Snær að komast fyrir sendingar sem ætla hann starfa í horninu. Og það er í horn. Ari Magnússon. Boltan hérna kemur hún á hlutina. Og kemur hún Eithor ekkert að opna sér Stjörnunni og hann reynir línsendinguna að enda boltan í horninu og Starri fer inn og skorar. Þá kemur Garðar hér inn í hægra hornið fyrst að Kristján er með
með brottvísun. Garðar einmitt skoraði 1 mark í fyrri hálfleiknum. Og Akureyri einmitt gerir eins og gera áðan og Patrekur kemur inn þá fyrir Tómas með einu færi til að spila með full í sókninni. Droppus upp og það er verið að rífa í hann í skotinu en hann dæmir að markmaðurinn eigi boltan en það er 2 mínútur á Aram Péturs. Og Sverrir fær guldspjald hérna á bekknum fyrir mótmæli. Alls ekki ánægður með að ekki fengi hann að aukakastið. Vill meina hann að það hefði verið hangið hann að helvítið mikið í Strópus meðan skotið var. En svo var ekki að mati dómarana. Ég held að Ari Magnússon hafi... Nei. Það var... Já. Maður númer 18 ok, sem fekk brottvísuna. Það var Brynjar Jökull Guðmundsson sem var við strekkinn út af þarna. Ari Pétursson fekk ekki brottvísun sem hélt hérna fyrst. Sveinbjörn fer þá út að hjá Stjörnunni. Þeir spila þá líka með fullmannalið. Og Eyþór Magnússon með skot sem er ekki frá Tómas Máðan boltan. Jú, hann er bara vagnin sem hann hafi tekið hann. Við skulum gefa hann hérna bolta. Akureyringar byrja hérna rólega, ætla að fá sinn mann inn á áður en þeir koma á. Jafnt samt í liðum. Nú er það Akureyri orðin einu fleiri. Kristján kemur inn á í hornið. Koma þær í klippingu fyrir Andarsnæði og svo skilur Myndanga þessu upp og Patrik kom út á boltinn enda á Strópus og hann ekkert hann á að opnast. Myndanga sem sendir hann út í horn á Andarsnæði og Andri Snær fyrir inn en sendir hann á Kristján sem skorar vel gert. Akureyri. Andri Snær fór hann í þröngt færi, sá að Kristján var alveg galopinn og sendur hann yfir. Sveinbjörn átti ekki möguleika þarna og vinstra hornið hjá hann var því niður steinsóði á Stjörnunni. Þannig hann hlaup upp í hraðalöp. Kristján með auðvelt mark. Stjarnan á 30 sekúndur eftir af brottvísunni, þannig að Sveinbjörn er ekki í markinu núna með að spila með fullt í sókninni. Eyþór kemur yfir upp, sendir inn á Sverrir og hann skorar. Akureyri kemur hérna hratt á, keyrir upp, reyna að nýta sér að einu fleiri en þá og hann að Mynd Ágast skorar, vel gert. Friðrik vildi meina einmitt að þarna hefði nú verið farið í hann var stíginn úr skónum á hann, það var hann á línunni. Stígur hann aftan á hann og það var orðið jafn. Bæði liðin á hann full skipuð áttur. Engin leikur með brottvísun. Og leikar aftur búin að hefjast á nýju. Ari Pétursson bara stillir upp í eitthvað núna. Nei, það er bara Ari Magnús sem fer upp og skýtur og skorar hana með skot á nærstöngina. Arþór Gylfi komið núna á línuna hjá Akureyri fyrir Friðrik sem dættur konum hann á hann. Nú er Róbert líka komin inn í sóknina. Gefa hérna Strópus smá pásu. Við erum að Andarsnæ búin að spila mikið í þessum leik. Koma hérna út og Róbert upp og skorar hrikalega vel gert hjá Róberti. Fór hann að fékk flugbrautina sína, tekur skotið og skorar. Æsilegt.
Magnús fer hérna mútið Andra og það er dæmdur brotlegur. Já. Getur tímið upp á miðjuna, klippir inn Ara Magnús og sendur á Stefán Darri. Stefán Darri snýr sér en Kristján Orri nær hann að brjóta á honum. Ari Magnús kemur aftur á Andra en Tómas Ólafsson vel gert hjá Tómasi Ólafssoni. Róbert hérna áfram í innskiptinni en reyndi að senda hérna yfir á mynd Ágars en sendingin endar út á og neðarlega víst og maður sjá Stjarnan allar reyna að koma þarna hratt á. Akureyri, Ari Pétursson og Róbert hér. Þeir eru að ræða hvort þeir henda í rauðarspjaldið held ég. Þetta er allavega guldspjald. Nú er spurning hvað þeir, allavega 2 mínútur ætla ég að segja en spurningi hvort þeir vilja hendi í rauðarspjaldið. Þeir ætla að ræða þetta hérna á milli sín. Hann fer í vasan og það er rautt á Róbert. Greip hana aftan í Ara Pétursson sem var kominn að sleppa í gegn og það er Róbert sem endar með rauðarspjaldið. Stjarnan hélt að þeir væru að fá víti. Vildu meina að hann væri kominn alveg í gegn. Einar alls ekki ánægður. Og hérna reikistefna reiðsfaraborðið. Þeir vilja bara fá leikinn núna til að halda áfram. Það er 5 mörk að forskot. 13 mínútur og örfá sekúndur eftir. Og Akureyri er einu færri í næstu 2 mínúturnar. Starri fer inn á hægra horninu og hann skorar á næstmengina. Og þarna opnaði spurningast frekar auðveldlega með Akureyringum og Starri fékk bara fínasta færi á horninu og nýtti það vel. Ágarsson með boltan, biður Kristján að koma sem getur senda á einhvern. Nú dribblar hann niður, kemur á vörnina, sendir á Strópus. Ekki óskup lítið að skið hérna en á aukakast. Stitt á hendin komin upp. Akureyri núna búnir að vera á nást mínútu sókn. Still upp hérna, mynd Ágars fyrir upp og hann nær að komast alla leið yfir en Sveinbjörn Pétursson ver. Og Friðrik með frákast en Sveinbjörn ver aftur. Og Ari Magnús kemur inn og sýnist þessi hafa farið fór í stöngina. Tómas náði ekki að snerta hann. Þó bara í stöngina og út að innkast sem Akureyringar fór boltan. Þarna voru Stjörnumenn búin að standa lengi og vel í vörninni ætla ég að segja. En síðan kemur hendun upp og þeir leyfa mynd Ágars alveg fá flugbraut þarna yfir í alla leið vindskiptu. Sveinbjörn Pétursson finnst að bjarga þeim í tvígang og svo fór stöngin sem bjarga Akureyringum hinum megin. En nú kemur Akureyri, reyna aðeins að taka tímanum en Ari Pétursson hérna hendir honum í sniðklímu og Strópus og fær fyrir það 2 mínútur. Akureyri er búin að fá fullskipað lið og eru því einum fleiri núna. Patrik klippir inn Andra og Strópus fyrir boltann en klippir inn mynd Ágars. Hann sendir á Patrik sem sendir hann á Frikka sem klárar þetta glæsilega. Hann ætlaði ekki að láta að verja frá sér tvísar í röð þarna. Stjarnan mitt tekur líka, settir Eyþór Magnússon inn á fyrir Sveinbjörn. Enginn í markinu akkurat hjá þeim eins og staðan er núna.
Það í fjórunni hérna klippin Ara sem gekk alveg nóg vel en Attína opnast allt fyrir Ara. Einhver misskilningur hérna í vörninni. Fekk bara flottasta færi og fór upp og skoraði. Tómas samt nálægt að hafa þennan bolta, var í honum. En þarna var misskilningur í vörninni. Akureyringar núna stilla upp. Sama kerfi á áðan. Koma hér. Patrekur sendir hann niður. Andar Snær drjúpir í hornið. Andri nær honum samt. Akureyri ætla að stilla aftur upp í eitthvað. Strókur kemur. Orðið smá vandræðingar á þessu. Hending komir upp. Mynd ákastfæri hérna þingfæri og Vikarn Lóa Sveinbjörn og skorar. Birgir Guðlaugsson kominn hérna inn í vörnina, spilar hérna í 5+1 vörn á hægri vanginn. Akureyringarnir búin að prófa þessa vörnuna nokkuð sinnum og þau gengur bara nokkuð vel. Stefán Tarja með ótímabært skot sem Tómas ver og það er dæmt svo lína á hann. Ekki kannski sniðast það. Alltaf Stjarnan farnir að flýta sig kannski fullt mikið. Það er enda 9 mínútur eftir að leiknum þóttu 7-5 mörk. Akureyringar nú að taka sinn góðan tíma í þetta alltaf að ná aðeins tíma á klukkunni. Koma sér svo upp í 6 mörkin. Stjarnar farið að halda áfram með sinni 5-1 vörn. Friðrik hann með sendingu sem Stjarnar náði að koma aðeins inn í en hann náði að skutla sér á boltan og vinna boltan aftur. Friðrik kemur út í blokkina, stroppus upp og hann nægir ekki línusendingunni. Friðrik var hann aðleit en bara náði að grípa í skotundina á honum og sendingin náði ekki að detta inn á línuna sem var, þannig að hann var aðleit hann að Ég ætla að þakka Stefáni Guðnarssoni fyrir frábæra kveðju og Akureyri stillir hérna upp fyrir Droppus, sendir á myndokast og þvílíkt mark! Þarna hrikalega virkilega þetta var og Stjarnan tekur leikli, þýðir ekki annað eftir svona snilldamark. Akureyri er komið sér sitt stærsta forskot einmitt í leiknum hér. Einar alls ekki ánægður með að fá þetta mark á sig. Hending var komin upp og fá hérna sirkusmark á sig. Sjá. Hverjir eru markaðastir hjá þessu stöðundi? Hverjir eru markaðastir hjá? Nei. Mér sýnist að það sé á þess að ég sé með á þess að sjá neina tölfæri fyrir fram með það held ég einmitt að Myndangars og Kristján séu með flesti mörk skoruð hjá okkur Akureyringum. En hjá Stjörnunni þá hefur það nú verið hann Sveinbjörn Pétursson sem hefur mínum að til skarað fram úr þar. Því miður fyrir Stjörnunni þá hefur nú vörnin hjá þeim allt og oft opnast of mikið eftir að hafa spila kannski vel í 30-40 sekundur og svo hefur hann alveg gal opnast. Akureyri ætlar að halda áfram í þessari 5+1 vörn á hægri vanginn. Já, Ari Pétursson með sendinguna Sverrir Eyjólfsson skorar. Stjarnumenn fljótir að þessu núna, enda tíminn orðinn. Það var Sverrir Eyjólfsson sem skoraði hana. Sjá, Stropus á miðjunni, Patrekur í vinstskiptunni, Mendi í hægri. Patrekur kemur hér á, sendur á Stropus, Mendi Patrik var búinn að leysa þarna línuna og komið svona pláss, en Andrisman kemur hér á og það er aukakast. Hann ítir í varnarmaður
Stjörnurnar í Friðrik sem lendir á. Þannig að Akureyringarnir lenda tveir saman. Já, Mynd Ákas hérna með 6 mörk, Kristján með 5, Andri með 3, Frikki líka með 3 og Droppus 2 og Garðar og Róbert sitt hvort markið. Tómas Ólafsson sagður hafa 16 bolta hérna sýnist mér og Kristján með skot sem endar framhjá. Stjarnan reynir að koma núna hratt á áður en Akureyringar ná að stilla sig upp í vörninni. Ari Magnús og Ara Pétur og Pétur kemur hérna inn í vörnina og Andri Snær brýtur á honum. Öflugur varnarmaður Andri Snær. Stoppa hérna leita á gólfinu og dómarinn ákvað að stoppa út á þurrka. Einar alls ekki ánægður, hann vildi ekki að Akureyringarnir myndi ná skiptingur hérna í vörninni. En já, markastur hjá Stjörnunni, það Starri Friðriksson með 4 mörk, svo Garðar með 3, Ari Magnús með 3, Sverrir Eyjóls 2, Andri Hjartar 2, Brynjar Jökull 1 og Ari Pétursson 1. Sveinbjörn sagður vera bara í réttum 10-11 boltunum. Ég veit meina hann sé með fleiri. Leikurinn hann aftur hérna, Ari Magnús kemur upp og skorar. Nú Akureyri farið kannski meira að venda fórskotið heldur en að reyna að spila og það leiðir aldrei til góðs. Droppus upp og skorar. Hann var aðeins að hanga í aftunum en ríkalega öflugur drengur klárar svona færi. Eyþór kemur hérna upp. Kristján Orri, Droppus nær hann að brjóta Ara Péturs. Það var hann að spila boltann í hornið. Tómas vil láta þurrka á gólfið og það gert. Innan við 6 mínútur eftir og Akureyringar að leiða leikinn með 5 mörkum. Eyþór Magnús kemur hér á. Ari Pétursson settir aftur tilbaka og hann finnur Sverrir Eyjólfsson á línunni sem var skot í Tómas virðist það að koma hendi kannski á boltann, hann ber í stöngina boltinn. Þú getur Akureyri farið langleiðina með leikinn ef þið ná taka hans hérna klukkunni í þessu sókn og skora. Stjarnan kemur enda aggressívar út núna. Kemur sendir boltan Patrik sem senda á Frikka en skot í stöngina. Enda á von fyrir Stjörnumenn. Eyþór sendir hann yfir á Ara sem kemur inn í hornið á Starra og fara inn í hann þegar hann fara í hornið og hafi víti. Ari Magnús fer á vítalínuna undir Tómasi og hann skorar. Stjarnan komin í aðeins aggressívari 5-1 vörn núna. Ágæðlega að klippa Droppus út. Kemur hérna að færa aukakastið. Droppus kemur hérna fyrir ímyndafundana Snær snúningunum og var búið með skrefin. Þegar dómararnir Akureyringar vildi fá 2 mínútur og vildi hann að hangja aftan í honum. Patrik kemur hérna á vörnina, kemur í ímyndafundana, opnast allt og hann stönginn maður. Kemur Stjarnan hratt á. Eyþór sendir inn á hornið og Mynd Ákas var 2 mínútur, ítti þarna honum Hjálmtýr sem var kominn inn á horninu.
gefur hann pússið og það víti. Þá kemur Arnar Fylkisson í markið, freistast þess að hann að verja þetta víti. Og Ari Magnús á vítalínuna. Dómarinn þarf nú að reyma líka. Arnar Fylkisson ver þetta maður, þvílíkur maður, kemur hérna og klárar þetta víti. Hrikalega öflugt fyrir Akureyri að fá þetta, enda bara 3,5 mínútur eftir. Akureyringar taka skipta markmannum út af. Garðar kemur inn að fá í hægra horn og Kristján í hægri skiptuna. Stjarnar inni núna á, þeir eru bara að spila að hálfgerða 5-1 og loka Strópus. Kristján kemur inn á vörðina, hangja þessi í honum, hann nær skotinu en fær aukakastið. Mikilvæg sekúndur hérna sem vinna með Akureyri, tíminn stoppaður. Einar líflegur á hliðarlínunni eins og ávallt. Akureyringar stilla upp eins og Strópus hefur að koma á. Það sendur á Kristján. Kristján fæði hann að smá börn. Nær að koma á Patrik og aukakast. Patrik út meina að hafa inn teiknum. Það er það ekki. Hending komin upp, Strópus. Heyrðu, það er dæmt. Hending og Strópus og tvæmyndan. Hann heyrði ekki í flautinu, flauti og helviti látan að hjá. Hann hitti ekki flautina og tvæmyndur á bekkin líka. 2 mínútur á bekkin líka, það er rándýrt. Akureyringar því komnar. Verða þá bara 3 í vörninni. 4 mörk, 2,5 mínútur eftir, en Akureyringar að næla sér brottvísun á bekkin eftir að Strópus fengi 2 mínútur líka fyrir að halda á boltanum lengi. Hann vildi meina hann ekki heyrt í flautunni og þeir verða þá 3 í vörn. Þannig tækifæri sem Stjarnan er búin að vera að bíða eftir, það kom núna. Áhorfendur eru alls ekki ánægðir með þetta. Stjarnan kemur núna á þetta. 2,5 mínúta og strax fljótir að finna starri í horninu og Tómas kemur henda boltan og hann ber í slána. Akureyringar ætla ekki að taka markmanninn út og núna spila bara með 3. Það verður Patrikur, Andri Snær og Kristján sem spila henni í sókninni. Þeir reyna nú á, Kristján fær aukakast. Núna Patrikur kemur hér. Andri Snær reynir sennilega að koma hérna á, fá aukakastið. Klókur leikmaður. Ekki að byrja í boltanum í dag. Patrik kemur upp og skot sem Sveinbjörn ver. Kemur Stjarnan hratt á, reyna að nýta sér að enda bara 3 menn og Darri verður aftur úr horninu og nú skorar hann. 3 mörk, 1,5 mínútu eftir. Einn maður kominn inn og Ari Pétursson hleypur inn í miðjuna þegar voru takk hana og fær 2 mínútur. Hljóp fyrir sendinguna. Einar alls ekki ánægður hana með Ari Péturs. Akureyringar taka leikið. Maðurinn var nýkominn inn í Akureyri og hann í 4 í sókninni og þá hleypur Ari Pétursson inn í miðjuhringinn þegar sendingin að koma. Það fiskan og fær 2 mínútur. Þannig að Akureyri bara einum manni færri í þessa mínútu. Þannig til þeir detta inn báðir hjá Akureyri. Akureyri á voru. Já.
Það má bara, þegar ég búið að velja þá getur þú bara, já, bara þakka áhorfendur fyrir leikinn. Nú byrjuðum við aftur eftir leikliðið. Akureyri er búinn að Stjarnan ætlar að taka 2 menn úr umferð sýnist mér á. Þeir taka hérna Mynd Ágás og Patrik úr umferð og það verður Kristján, Friðrik og Andri sem koma á vörnina 3-3 og allt opnast með Kristján sem setur hann undir Sveinbjörn og skorar, kemur upp í 4 mörk og það er bara 1 mínúta og 10 sekúndur eftir. Og sýnist þetta að komið að Kristján klára þetta. Ég kappa að þetta er búið. Eyþór kemur og hann að skora. Friðrik kemur hann á línu og Andri klippir inn Kristján. Friðrik dróð sig aftur út. Og Friðrik upp og neglir þessu inn. Hvað er þessi maður að gera á línunni? Það er ekki slæmt að vera með svona öfluga skipu bara sem er alltaf hann inn á línunni. Stífur sögur þegar þarf. Ari með skot. Ari með skotið sem Tómas Ólafsson ver. Akureyringar konni með manninu sína inn á núna. Og eru því einum fleiri núna. Það sem eftir liði leiks. Akureyringar sallaróliðir, sýnist þeir ætla bara leyfa tímanum að renna út. Nei, Patrik fer upp í skotið og Sveinbjörn verða. Það er heimasigur Akureyri 24-20 þar sem vörnin og markvarslan skila þessum frábæra sigri. Akureyringarnir fagna hér helvíti vel, enda búin að bíða lengi og vel eftir þessum sigri. Ari Magnús Þorkelsson er valinn hér, maður leiksins stjörnumegin. Og fær því verðlaun hér einhverja körfu með einhverju rosalega góð í. Þetta kemur kannski lítið á óvart. Tómas Ólafsson valinn maður leiksins hjá Akureyri og maður leiksins bara yfir höfuð. Var frábær í rammanum í dag. Enda var Akureyri bara 7 mörk á sig í fyrri hálfleik, enda í 20 mörkum. Var hrikalega öflug vörn og markasta sem skópaði þennan sigur. Ég og Stefán ætlum að þakka fyrir okkur hér í dag. Þetta er búin að vera fjör að fá að grípa hans í þetta, en ég er ekki með á hreinu hvenær næsti leikur er eins og staðinu núna. Já, næsti leikur er útileikur. Og heyrist hans hér á sunnudaginn núna. Ég ætla allavega að kveðja ykkur og leyfa myndum bara aðeins að njóta sína með hann. En já, meðan maður hefur þá ætla ég að nýta með það að Akureyri, Hamrarnir eiga heimaleik á móti Akureyri ungmennafélaginu hérna á þriðjudaginn í KM-milinu kl. 19:30 og hvet ég þetta alla til að mæta þangað til að sjá stórveldið Hamrana.